Nú ætla ég að renna yfir nokkrar hornareglur. Áður en við förum að reikna mikið út í hornum þá þurfum við að þekkja nokkrar reglur og þekkja nokkur hugtök. Grannhorn og frændhorn er sami hluturinn. Það eru tvö horn sem eru samtals 180 gráður. Þetta þýða tvö horn sem liggja saman á beinni línu. Því að bein lína er í raun hálfur hringur, er það ekki? Og heill hringur er 360 gráður, þá hlýtur hálfur hringur að vera helmingurinn af því eða 180 gráður. Þessi horn geta líka verið aðskild annað hvort hreinlega svona eða öfugt, þannig að annað hornið sé svona og hitt hornið svona. En ef það stendur að þau séu grannhorn eða frændhorn, þá vitum við að samtals eru þau 180 gráður. Þannig að við vitum annað, þá þurfum við ekki nema að draga það frá 180 og þá fáum við hitt. Þannig ef þetta er til dæmis 70 gráður, þá er þetta 180 mínus 70 sem gefur okkur 110 gráður. Topphorn eru jafn stór. Topphorn, einfalda reglan með topphorn er að þetta eru tvö horn sem eru á móti hvert öðru þegar við erum með tvær línur sem skerast. Það er að segja, þetta horn og þetta horn eru jafn stór. En þessi hérna tvö eru það líka. Það skiptir engu máli hvort þetta er hluti af stærri mynd, hvort þetta eru tveir þríhyrningar eða hvað. Við erum með topphorn, ef við gerum svona mynd, þá er þetta topphorn og þetta topphorn og þau eru jafn stór. Við erum líka með, ef við erum með margar línur sem skerast saman, þá er þessi tvö topphorn og jafn stór, þessi eru topphorn og þessi tvö. Það er alveg sama, bara horn á móti hvert öðru þar sem að línur skerast eru topphorn og þau eru jafn stór. Einslæg horn eru horn sem að liggja, ef það eru tvær línur sem að skerast og þau liggja á sama stað. Þessi tvö horn eru einslæg og ef línurnar eru samsíða, þessar hér, þá eru þau jafn stór. Ef þessar tvær línur eru ekki samsíða, þá eru þau ekki jafn stór. Víxlhorn, þá eru með eins línur, það eru þessi hérna eða þessi hérna. Það er að segja horn sem að liggja við sömu línuna á mynda en er ekki svona á sama stað eins og einslegu hornin. Og það er það sama með víxlhornin, ef línunar eru samsíða, þá eru þau jafn stór. Úthorn er horn fyrir utan þríhyrning. Ef við erum með svona þríhyrning, þá er þetta hérna úthornið. Og úthorn er jafn stórt og mótlæg innhorn. Hvað þýðir þetta? Jú, það þýðir að ef við köllum þetta horn y og þetta setu, þetta x og setu segi ég, x og y er þetta, þetta er að kunna að lesa, og þetta setu, þá er seta jafnt og x plus y. Og af hverju ætli þetta sé? Jú, þessi hérna tvö eru samtals 180 og þetta horn er þá 180 mínus þetta hérna horn, þá fáum við þetta hérna. En þessi tvö og þetta hérna sem við vitum ekki hvað eru þrjú samtals 180, þannig að þessi tvö eru þá jafn stór og 180 mínus þetta hér. Þannig að við erum í báðum tilfellum að segja 180 mínus þetta hérna horn, þannig að við hljótum að fá það sama, hvort sem það er þetta eða þetta sem við erum að finna út. Laxhorn eru samtals 90 gráður. Við erum með 90 gráðu horn, skiptum því í tvennt,
laxhornin geta verið jafn stór, þau geta verið misstór. Ef þau eru samtals 90 gráður þá eru þau laxhorn. Svona dæmi, maður þarf oft að lesa textan, því að stundum sér maður ekkert út úr myndinni fyrr en maður les textan. Og þá kemur kannski fram að einhver 2 horn séu laxhorn, úthorn, þau geta verið víxlhorn eða topphorn, þó maður kannski sjáu það ekki svona við fyrstu sýn. Að lokum bæti ég hérna við hornasumma þríhyrnings 180 gráður. Ef við vitum 2 horn í þríhyrningi þá getum við auðveldlega fundið að þriðja með því að draga hornin sem við þekkjum frá 180 og þannig fáum við þriðja hornið. Sama má segja hornasummu ferhyrnings. Ferhyrningur í raun bara 2 þríhyrningar það ekki, þannig að það hlýtur að vera tvöfalt. Og ef við vitum 3 horn þá finnum við að þriðja með einföldum frádrætti.